Góðan daginn og gleðilegt ár og velkomin í handavinnuhornið mitt hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnuóð. Ég byrja á því að óska ykkur gleðilegs nýs árs og takk fyrir góð kynni á síðasta ári. Og megi það bara halda áfram að blómstra. Þessi góðu kynni sem fylgja handavinnu heiminum. Og þá sérstaklega hérna prjónaheiminum, finnst mér. Hvar mig að finna á netinu set ég hérna á skjáinn og linka fyrir neðan. Ég er Helga A71 á Instagram og er frekar virk þar. Set til dæmis öll kláruð verk inn þar núna með mínu eigin millumerki fyrir hvert ár til þess að auðveldar með yfirsýn í lok árs. Þannig að nýja millumerki verður millumerki HAFO 2018. Það er semst Helga Arnar Finished Objects 2018. Og maður notar hérna ensku skammstöfuna einfaldlega því að þetta er mjög vinsælt millumerki til þess að nota og bara þægilegt að nota þetta FO og þá er fólk fljótara að, sérstaklega erlendir, fljótara að finna hlutina hjá manni og þannig vill svo skemmtilega til að ég veit örfáa útlendinga sem að skilja það mikið í íslensku og geta nýtt þýðingarhnappinn sem er á rásinni til þess að horfa á þetta blaður mitt sem er bara gaman. Og ég ákvað að klára jólin með ykkur hérna. Ein skreyting sem á eftir að pakka niður en eins og kannski sum ekki að vita þá vorum við hjónin búin að ákveða að ráðast í framkvæmdir hérna á milli jól og nýjárs og taka stofuna og borðstofuna í gegn í okkur. Og það dróst inn á áramótin, þannig að við vorum að undirbúa 30. desember var að spasla og rífa nagla úr og skrúfa allt sundur og ég var reyndar búin að pakka allir niður hann á milli jól og nýjárs og meðan maðurinn minn var í vinnunni og síðan máluðum við hluta á gamlársdag og restina á nýjársdag og sátum hérna á gamlárskvöld bara á náttfötunum og borðum góðan mat og vorum bara með sjónvarp og sófa inn í stofu. Það var bara mjög fínt, sko, ekkert af því. Og málið var að við ýttum þessu fram á þessa helgi var einfaldlega, ástæðan var einfaldlega sú að það var mikið af veikindum áramótin í kringum okkur þannig að allur gleðskapur frestaðist hérna á Akranesi sem að við hefum getað farið í þannig að við bara ákvaðum að nýta þessa löngu helgi í þetta og nú er þetta allt sem að ganga upp. Ég allavega kemst inn í handavinnuherbergi mitt aftur og það er svona bara smottir í eftir frammi en það kemur. Ég er mjög ánægð að vera komin hérna inn aftur þó ég þurfa að fara í, þið sjáu það ekki en það er alltaf á hvolfi hérna til hliðana við mig. Nú í svona framkvæmdum þá gefur að skilja að það var ekki eins mikill tími og venjulega fyrir prjónana eða heklunálina en samt þó eitthvað smá og þetta verður bara svona hefðbundið form á þættinum. Ég fer yfir kláruverk, verkivinnslu og hvað er á leiðina prjónana og svo svona og þú veist hvað er í pokanum og allt þetta og svo bara svona spjall í lokin og svona smá já, við sjáum hvert það leiðir okkur. En ég ætla að byrja á því að sýna ykkur það sem það glittir í hérna. En ég kláraði svæk korter í áramót. Ég man ekki nákvæmlega hvenær en það slapp allavega af og ég ætla bara að standa upp og reyna að sýna ykkur og segja ykkur svo betur frá garninu. En hún er mjög víð og stór hjá mér. Ég hefði alveg geta farið niður í ég gerði sérst XL og þetta er ég er alveg með rétta
prjónafestu á þessu. Þetta garn er svo ólíkt að ég var ekkert að rembast að reyna að ná einhverju merkilegu fram þar annað en að geta gert munstrið bara með sóma. Þannig ég hefði alveg auðvitað geta farið niður í lardstærðina og það var það gaman að gera hana að ég gæti alveg hugsað mér að gera hana aftur. Og það sést kannski ekkert rosalega vel, þegar ég kem svona upp að það, ég held þetta er alveg drep að prjóna restina í svona steingráu og bara ég held þetta væri bara slétt prjón. Svo fyrir ég að skoða uppskriftina og það er svona smáatriði hérna í sem að gera það verkefni skemmtilegra. Þannig að þetta var bara fljót prjónað, vel skrifið uppskrift og já, þetta er náttúrulega þriðja peysan sem ég geri eftir Caitlin Hunter. Búin að gera 2 Sunset Highway og ég get algjörlega mælt með henni sem hönnuði og einmitt eitt af framtíðarverkefnunum er sjálf, önnur peysa, jafnvel 2, en það er seinna. Nú og hitt klárið, ég ætlaði að segja ykkur rugli, maður ótrúlega fljótur að ryðga hérna í þessu öllu saman. Ég ætlaði að segja ykkur frá garninu. Nú þetta litaglaða er sem sagt Manos del Uruguay Marina og þetta er garnið sem er gert í gegnum svona samtök til þess að hjálpa konum í Uruguay að afla fjár, sjá sér fyrir farborða, mjög sniðugt fyrirbæri og er svo selt í amerískum garnverslum einhverjum allavega. Þetta var allavega keypt í, ég veit ekki hvar, einhvers staðar í Sarasota í Flórida sem systir mín var hjá vinkonu sinni og vinkonan hennar valdi þennan lit handa mér og annar systir valdi 2 aðra sem að eiga eftir að fara í einhver skemmtileg verkefni og önnur sú dokka er líka frá þessu Manos del Uruguay og hérna bara svona versmiðu framleitt, rosalega falleg samt. Nú og svo er þetta steingráa Austermann Stepp sem að ég bara get ekki hætt að hæla í nóg með því að nota í flíkur. Þetta er bara æðislegt, bæði æðislegt að prjóna úr garninu og svo að vera í því. Og ég prjónaði þetta á brugninguna á 3,5 mm prjóna og restina á 4 mm prjóna. Ég hugsaði að það hefði verið svolítið sniðugt. Ég notaði þetta bleikagarn, það er tvöfalt af því það er svo fíngert og ég hugsaði að það hefði verið sniðugt að gera mynstrið blúnduna á 3,5, bara svona aðeins þess að því það er náttúrulega fer aðeins upp fyrir grófleikan á Austermann Steppinu. En þú veist, þetta er bara alveg allt í fína en þetta er stundum trygg sem að gert er til þess að því það tóknar alltaf á blúndunni og svona til þess að halda svipaðri prjónafestu á milli sléttprjóns og blúndprjóns. Og já, þannig að ég bara, get mælt mikið með því og ég var að horfa á podcastið hennar Guðlaugar á Ísafirði í gær, Þræðir, og þar var hún einmitt að tala hún var að byrja á Sunset Highway og þar var hún að tala upphækkunina inn á bakinu og ég veit að sumir sleppa því en ég gera það ekki af því þetta þjónar alveg ótrúlega góðum tilgangi. Hálsmálin á peysunum hjá henni Caitlin eru yfirleitt frekar svona víð og þetta myndi bara ekki sitja eins fallega hugsa ég án upphækkunarinnar og hún tekur ekki það langan tíma. Þú veist, þetta er, mér finnst þessi auka vinna í sambandi það algjörlega þess virði upp á útliti og ég fór sem sagt með það bil 400 grömm af steppinu. Það var sennilega tæplega af því að ein dokkan var átekin og svo var þetta 100 grömm dokka
og ég nota hana tvöfalt og þetta eru sjálfsagt svona 30-40 grömm sem eru eftir. Get gert eitthvað cute úr því. Þannig já, þetta er sem sagt fyrsta klárið og svo seinna klárið er ljósmóðurteppið fræga. Og þetta er sem sagt, ég var að mæla, þetta er 70 sinnum 90 cm. Ég notaði heklunál 3,5 mm og þetta er þetta er Baby Merino Drops Gard, bara ljósgrár. Ásakið ég með nei, hvað er já, ég á nefnilega eftir að ásakið hvað ég dett út á mynd, en ég ætla að segja ykkur, þetta er sérst litanúmer 22, bara ljósgrár. Og sjálfsögur fékk ég þetta niður í, eða vinkonu mín, niður í Snotru. Af því ég er að gera þetta fyrir eina bestu vinkonu mína sem er ekki í þessum bransa, en á von á 3 barnabörnum. Núna 1. í febrúar, 2. seint í mars og 3. í byrjun apríl. Og hana langaði svo að geta fært þessum fyrstu barnabörnum sínum eitthvað handgert og bað mig að hjálpa sér og auðvitað geri ég það. Og eins og þeir sem hafa fylgst með lengst með mér vitið að ég á erfitt með að gera sömu uppskriftina oftar en einu sinni, en einhvern veginn er það öðruvísi í heklinu. Ég get alveg gert það því að já, ég veit bara ekki af hverju mér finnst það auðveldara, en reyndar ætla ég að hafa það, ég ætla að hafa svona teppin ekki öll nákvæmlega eins. Næsta teppi ætla ég að brjóna á aðeins grófari, hekla á aðeins grófari heklunál og sjá hvernig það kemur út. Þá myndi ég hafa líka dálkana færri. Þeir eru sem sagt 10 sinnum 18 dálkarnir hjá mér. Og mér langar að, ég ætla þá að sjá hvað gerist ef ég fer í 9 sinnum 16 eða eitthvað. Ég ætla bara svona að sjá hvað það leiði mig. Ég hekla líka rosalega fast þannig og held fast í heklunáluna og bara hreinlega því ég er ekkert vanur heklari þó að ég geti stöylast fram úr þessu, og þetta var æðislegt að hafa þetta í málingavinnunni af því það er svo þægilegt, svo auðvelt að lesa þetta hekl þegar maður er búið með einu svona rönd, og svo auðvelt að lesa þetta og sjá hvar maður er, af því að maður þurfti náttúrulega að setjast niður á milli umferða og þá gat maður, það var rosalega gott að grípa í þetta. Og þetta er sem sagt þvegið og klárt til afhendingar handa fyrsta krílunni hjá vinkonu minni. Og bara, þú veist, þetta er bara klassískt. Og ég gerði bara mjög einfaldan kant, ekkert svona frill í neitt. Bara að þetta á bara að vera svona gott teppi til þess að leggja yfir barn eða sæng eða hvað sem það nú verður. Smá kaffi, eins og svo oft áður, þá ég gleymd að segja þeim, þetta er sérst 13. þátturinn og það er 8. janúar 2018, mánudags, morgun. Og þá vitið hvar ég er í kaffinu, nýkomin úr sturtu en svolítið lengra sem ég kom á fætur. Þannig að þið hjálpum mér alltaf að byrja vikuna og vá hvað ég saknaði ykkar. En ég hef ekkert haft neitt tíma eða neitt til þess að sýna ef ég hefði verið að brasa eitthvað í því. En það var alveg fyndið sko, mér leið bara hálf illa þessa 2 mánudaga sem maður var ekkert að frétta sko. En svo vill til að dagarnir eru svolítið öðruvísi yfir hátíðarnar. Já, en ég var bara orðin virkilega spennt að fara hitt ykkur aftur og hér er ég. Nú, þetta er sérst klárin mín og þá ætla ég að sýna ykkur hvar ég er stödd í þeim verkefnum sem ég hef eingöngu verið að vinna í síðan að ég hitt ykkur síðast. Og þau eru 3 og eitt af þeim er þessi trefill
Nú erum við upplýsingarna frammi en ég hef sagt ykkur frá honum örugglega í síðasta þætti. Annars, ef þið viljið vita hvað hún heitir uppskriftin þá bara skilaboð hérna fyrir neðan og ég skal láta ykkur finna það og ég veit bara að þetta er frí uppskrift og minnir að hún tengist hérna Hedgehog Fibers. Það er hönnur þar sem að dælur út uppskriftin fyrir þá sko. Nema þetta er ekki úr Hedgehog Fibers, heldur úr Lola garni sem að ég fekk mér í ömmu mús í sumar, eða loksumars, rétt fyrir garngönguna. Og þetta eru sem sagt hérna, þetta eru 200 grömm og þar að leiðandi eru þetta þetta eru 750 metrar og er svona litaskipt. Byrjaði í þessum dökkgræna og er svo smám saman að skipta yfir í gult og úr gulu fer það yfir í ljós, og þetta er svo yfirlýst hérna, ljósbleikan og endar svo í svona babybleikum. Og þetta er algjörlega sko orðið fast í hausnum á mér uppskriftin, þannig að þess vegna er hún ekki nálægt mér og bara þægileg að hérna vinna. Ég gæti ekkert verið að gera neitt mikið með henni fyrst meðan ég var að læra, en núna get ég alveg hort á sjónvarpið á meðan og svona. Nú síðan vann ég líka í teppunum mínum og er náttúrulega hér í miðri umferð að því ég þurfti örugglega að stökkva upp og mála eitthvað. En það snúa þessu við hérna prjónunum svo. Þetta rýkur ekkert áfram en tutlast áfram. Okkur liggur ekkert áheldur. Þessi teppi sem ég er að prjóna og hekla fyrir mig eru langtíma verkefni og liggur ekki á. En þið sjáu hérna hjartað. Þar var ég síðast þegar ég sýndi ykkur það og svo er búið að bætast aðeins við. Þannig að þetta smá stækkar og þetta er eins og er allt Fabel. Aðalliturinn eða liturinn sem maður heldur sérst á tveimur litum saman og aðalliturinn er alltaf þessi ljósgrái Fabel 114 og svo nota ég afganga með hérna rauður, nei, jú, hann er rauður þessi. Þannig að maður prjónar alltaf saman hérna 2 bönd. Þannig að þetta bara mjakast og er fínt svona til þess að minnka þann bunka. Nú svo er það heklaðan uppi, tók smá skurk í því en það er náttúrulega yfir 2 metrar á lengd, þannig að hérna, já, það hefst allt. En ég ætla að finna, ég held ég hafi örugglega verið með merki eitthvað stað líka. Ég ætla að draga lykkjuna þess út svo að, já, hérna er merkið. Þið séu að hér er sérst merkið og það er búið að bætast við 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 umferðir. Það er orðið vel þungt og ég prófaði að setja yfir rúmið okkar. Ég þarf alveg að gera sko 3 svona hérna, þetta er sem sagt svona langt og ég þarf að gera 3 svona yfirbót til þess að ná alveg yfir rúmið, en við sjáum bara til með það. Og í þetta nota ég 4 mm heklunál og þetta er sem sagt allt hérna afgangar og bundið saman með rússneskum hnút sem á ekkert að geta gefið sig, en hérna ég fann bara vídeo á YouTube, Russian Knot eða eitthvað slags, og það er mjög fínt að nota þetta í svona hekl en ekki mælt með því í prjón, af því þar ertu með allt aðra teygju á þessu
og þar gefur þetta sig frekar ef að hnúturinn eitthvað viðkvæmur. Og en þetta hefur verið allt í lagi hingað til, en það tók smá svona æfingu að ná að gera þetta vel. En svona sem sagt staðan. Fyrir mig þetta bara óvenju rólegt og fínt og ég bara sultsljóka yfir þessu öllu. Af því að mér langaði náttúrulega að klára framkvæmdirnar fyrst. Ég náttúrulega með alveg helling af ókláraðum verkefnum afsakið síðan á síðasta ári. En það verður bara tekið svona með. Ég ætla alveg að það eru 4 verkefni sem að ég að gera fyrir aðra og vill klára sem fyrst. Það er 2 ljósmóðuteppi í viðbót og síðan ég að fara að byrja á danska prinsateppinu og einum uglupoka fyrir vinkonu dóttur minnar sem ég að fara að gera prinsateppi fyrir. Og ég ætla bara að nota skjanna hvítan Baby Merino í prinsateppið, litur 01. Og í uglupoka nota ég Big Merino Mix. Það var akkurat 3 dokkur maður bæti við pínu lengd í pokan sem ég geri af því að þegar Hrafntinna var lítil að þegar hún leiði hún rétti úr sér þegar hún hafi ekki verið löng, þá einhvern veginn óx hún mjög fljótt upp á pokanum. Þannig að nú fær bróður hennar aðeins lengri poka og hann gerði ég úr Big Merino líka, sýndi ykkur hann eftir hann í vetur. Og þá fara akkurat 3 ár, það var eitthvað pínu afgangur eftir. Og þetta litur 09, þetta svona svolítið lavender sprengdur litur. Og það verður svo sem fljótgert þessi uglupoki, það er gróft gatn og því fylgja þá grófir prjónar. Ég ekki búin að skoða hvaða grófleika ég nota. Það sem sagt á danska prinsateppinu þá gefið upp gatnið Dale Baby Wool og það talað prjóna, 3 mm prjóna. Og það líka talað 3 mm á þessu gatni, en ég hugsa að ég fari í 3,5 í það. En það kemur í ljós. Já, eins og ég segi, það bara búið að vera rólegt í svona miðað við hvað langur tími síðan að ég hitti ykkur síðast. Þannig að en það voru jól og það voru framkvæmdir og það voru áramót og það voru mikil veikindi og svo var ég og maður minn vorum á tónleikum, að syngja tónleikum á laugardagskvöldið og síðasta vika hefur farið rosalega mikið í að undirbúa okkur fyrir það. Vorum að syngja með kórnum, kirkjukórnum okkar sem að ég reyndar hætt í núna, ætla að hætta, ég veit ekkert hvort ég fari aftur eða ekki, en það bara tímabært að einbeita sér að heilsunni. Hún búin að vera frekar erfið við mig síðasta 1,5 árið og ég þarf bara að gefa því tíma að koma tilbaka, en að sjálfsögðu var ég að syngja eitthvað svona í minni verkefnum og ég byrjaði í jóganum mínu í morgun sem var rosa gott og þannig að ég bara svona að reyna að koma mér í gírinn fyrir að fá, nú fæ ég smá auka tíma og hann verður bara nýttur í mig og ég setti mér það markmið að í staðinn fyrir að fara á kóræfingu á 50-kvöldum eins og alltaf, þannig að þegar maður minn fyrir kóræfingu þá ég að fara út stóran göngutúr. Það er bara mín æfing þá daga sem hann upptekinn í því. Og svo sjáum við bara hvað breytist í þeim efnum. Þetta var rosa stór ákvörðun og erfið og ég búin að vera í þessum kóri 10 ár og búin að upplifa frábæra hluti og læra fullt af æðislegum hlutum og kynnast
geggjuðu fólki og þannig mér leið eins og ég væri að fara fram á skilnað þegar ég ákvað að hætta og ég hef átt erfitt með að segja kórfélagunum mínum frá þessu. Það er eins og staðan er, þá vita bara 6 af 50 manns að því allavega sem að ég hef sagt frá. Þannig að það mun sjálfsagt breytast fljótlega. Og ég held ég hafa aðalega gert það þagað yfir svo að því að það náttúrulega kemur þrýstingur og svoleiðis og ég bara er léleg í að standast þrýsting. Þannig ég ákvað til þess að ég gæti verið einbeitt í þessari ákvörðun að vera ekkert að ræða þetta neitt. Þannig að og líka bara því að mér finnst það bara vont sjálfur, persónulega. Já, þetta var sérst algjörlega vaðið úr einu í annað. Nú já, eins og ég segi, ég ætla bara að vera róleg að vera sem ókláruðu verkefnum. Það bara, þú veist, klára þau þegar andinn kemur yfir mig. Nú, og það er bara akkurat ekkert í innkaupabókanum. Einfaldlega bara þegar ég hef ekkert gefið mér tíma í að fara út í snotru eða neitt og já, þannig að það er bara eins og það er, en það gæti nú sko aldeilis breyst á eftir af því að það er að byrja útsala í snotru, galleri snotru inn á Akranesi í dag og ég ætla að fara þegar ég er búin að ganga frá þessari upptöku. Þá ætla ég að gera mig ferð þangað og kíkja á Línu og Hafdísi eða hvort sem er að vinna og sjá hvort að ég geti ekki látið freistast af því að þú veist, þetta er ekki nóg. Þetta er alveg nóg en mér langar samt í eitthvað. Það kemur bara ljós. Mér er svo klikkaðar í þessu. En eins og ég og systir mín segjum alltaf, hennar stelsta sem er í bútasaumnum, við segjum alltaf þetta er og við erum báðar svona óðar í að hún er með fullt herbergi af efni og við segjum alltaf að þetta er miklu betri fíkn en annars konar neikvæð fíkn. Þannig að við erum bara, látum þetta eftir okkur. Þetta er bara síkóið okkar sko. Nú, svo er Samprjón á Svölum Sjölum áætlað að byrja núna í byrjun febrúar og það er eftir íslenskan hönnuð sjali sem á að prjóna sem ég man ekki í augnablikinu hvað Hildur Ír geti verið. En uppskriftin heitir Quality Street og ég er algjör Macintosh Quality Street fíkill, þannig að sjálfsögðu bara nafnið, ég var seld sko. Þannig að ég tek þátt því og þegar ég fór að skoða myndina af sjálfnum þá sá ég að þetta er alveg brilljant í afganga og maður er semst með að með minn er eina dokku í svona aðal og síðan er hægt að nota fullt af öðrum minni í í þetta og ég er svo sem ekkert farin að skoða þetta, þú veist, sko velja neitt gagn í það eða neitt svoleiðis en ég ætla svo sannarlega að vera með og já, hlakka bara til. Og síðan talaði Guðlaug í þráðum í gær að stofna Ravelli hóp fyrir vídeobloggi sitt og mér líst rosalega vel á það og hún er að hugsa það í þeim tilgangi til þess að geta verið líka með Samprjón þar og í tengslum við sína YouTube rás og að því að hann langar svona að tækla ákveðna hluti sem að hafa kannski verið sumir hlutir maður bara nei, ég get þetta ekki og þá er svo gott að sé einhver hópur með sömu hugsun og langar að komast yfir hennan hjalla sem er að hindra að maður geri hlutin og það að fá hvatningu frá öðrum og það gerir þetta svo auðvelt. Og hún er að tala kaðlapeysu, svona opna kaðlapeysu. Og ég nefnilega og ég held hún ætli að miða við að það verði sú uppskrift sem hún talar í sínu þætti sem að ég er búin að vera að gjóa augunum á og væri alveg til í að gera. En ég
ætla að sjá til með það, en mér finnst þetta alveg brilljant hugmynd, en ég er nefnilega búin að gera klárt og þetta var eina peysan sem ég ætlaði að gera fyrir en er ekki byrjuð á. Og það er peysa eftir Hóhi Locatelli sem er svona opin og hún er bara köðluð í drasl, sko. Og mér langar svo svakalega að gera þá peysu og ef það er ekkert opið á aðra tegundir að kala peysum, þá ætla ég samt að nota mér hvatninguna innan þess hóps sem að tekur þátt í því samprjóni ef Guðlaug lætur verða að því að stofna hann hóp til þess að koma mér áfram líka, af því að bara öll umræðan og hvernig er hægt að leysa hitt og þetta, það er alveg sama í rauninni hvaða uppskrift þú ert að gera, hún getur alveg gagnast þér þó að sé ekki nákvæmlega sama uppskrift. Þannig að mér finnst það frábært, Guðlaug, og bara mæli með því að þú kýlir á að stofna svona hóp. Ég sjálf sér hef ekki eitthvað sérstakann huga á því að gera það sjálf. Hugsanlega, þú veist, maður veit ekki, spurning hvort maður gerir bara Facebook hóp líka. Eða frekar, ég veit ekki, ég er ekkert komin þangað. En þetta er rosa gaman og eins og Guðlaug þá hef ég líka verið virk í alls konar svona samprjónum. Hef verið í 2 ár þarna hjá Woolenvine sem að hún Guðlaug talaði um í gær og tekið þátt því. Og Guðlaug talaði um að ég hef gert 39 pör á síðasta ári. Ekki alveg, ég held að það hef verið, hvað er 30, svo ég með þetta 32. Þannig að ég er ekkert, sko, það verður ekki forgangi að gera sokka, en ég mun sjálfsagt enda í einhverju sokkaflippi, sérstaklega í sumar. Við erum að fara erlendis og marga veiðitúra og þá er rosalega gott að vera með eitthvað svona léttu prjónum og ég á orðið fullt að falla keyptum prjónaafskriftum og líka sem ég hef unnið í samprjónum sem að mig langar til þess að gera. En einhvern veginn sokka áhuginn, hann flúði aðeins frá mér og ég bara bíð rólega eftir að hann komið tilbaka. Og svona eins og með, já, eins og Guðlaug talaði um að sjala áhuginn flúði hana líka en er að koma tilbaka. Og það er líka þannig í sjölunum hjá mér, ég náttúrulega datt í algjört peysu brjálæði þannig í vetur. Og og þú veist, ég meina ég á alveg hauga af þessum sjölum, sko, það er ekki það sem vanti fleiri sjöl, en það er bara svo gaman að gera þau. Og þannig að þess vegna hlakka mig til að taka þátt í þessu samprjóni. Nú, svo sá ég í morgun að það var að vera að hvetja fólk til þess að taka að sér snappið inn á Svölsjöl og það hefur verið ýtt að mér að gera það. En ég einhvern veginn, bara þá var ég ekki tilbúin, mér finnst þetta pínulítið svona ógnvekjandi miðl til þess að ég notaði sjálf bara náttúrulega í persónulegum tilgangi og var ekkert endilega að mynda sjálfa mig inn á því, heldur bara svona, þú veist hvað ég er að gera og eitthvað svona fyndin atvik og eitthvað svoleiðis. Og en núna þegar maður er búin að vera að gera þetta, að tala við sjálfan sig einu sinni í viku í klukktíma í senn og setja á eitthvað svona opna vefsíðu eða á YouTube og þá náttúrulega, þú veist, okkur á ég að vera feimin við snappið og þannig að mig hefur langað lengi til þess að tala strekkingu á sjölum af því að mér finnst það gríðarlega mikilvægt að strekkja sjölinn. Það er bara, sjalið er ekki orðið að sjali, finnst mér, fyrir en að það er búið að strekkja það. Að bleita það og teygja það til og gera það rétt af því að sérstaklega maður er, mér finnst það alveg, já, það er mjög nauðsynlegt ef þú ert með svona blúndu í því. Til þess að opna blúnduna þá þarftu að bleita garnið og teygja það til þess að blúndan njóti sín og þegar við erum að nota það sem uppistæðan er ull í sjalinu þá heldur þessi strekking sér mjög vel. Í staðan fyrir að skella óstrekktu blúndusjali á sig
og vefjaði sig, þá verður það bara eins og bara venjulegu drefill eða slæða eða eitthvað sem að þú hefur alveg getað sleppt vinnunni sem að liggur í því að búa til blúnduna eða þú ætlar ekki að strekkja sjalið. Og ég ætla að grípa sjal til þess að sýna ykkur það sem að mér langar að leggja áherslu á. Tökum bara dísulatti sjali góða. Að það sem að ég hef tekið eftir víða í sambandi við strekkingu, að þegar að fólk að nota víra og pinna eins og ég geri, þetta búið að vera allt og leggja herðatriðina, ég að nota, það koma þar eftir herðatriða, en þá eins og við vitum, þegar við erum búin að prjóna, þá þessi upphafspunktur oft svona stendur upp úr. Og ég sé að margir eru að strekkja það og tósa þetta upp, en það þjónar einhverjum tilgangi. Þú vilt reyna að ná þessu sléttu. Og ef þú ert eins og dísulatti sjalið, sko, þú sér að þú ert búin að bleita sjalið og leggja það á það sem þú ætlar að láta það þorna á gólfið, á mottur eða eitthvað, hangklæði, að þá leggur sjalið og þú sér svolítið hvernig það vill leggjast. Og þetta svona dísulatti sjalið pínu í U. Og þá, ætla að sýna ykkur og býta í það, þá sé ég að margir vilja gera þetta. Þannig að það, þú veist, verður ekki rúna, það verður ekki U. Heldur svona. Og hvað ætlar að gera við þessa tótu? Hún þjónar engum tilgangi, það bara gerir ekkert fyrir sjalið. Munnur fyrir að gatni. Þannig að mér langar svo að sýna hvernig ég strekki mín sjöl. Ég horfði eitthvað tímann í vetur eða lok sumars á eina sem var að sýna, en ég misti af, sko, sá bara þegar hún lagði það í bleyti og svo misti ég af restinni. Þannig ég veit ekki hvernig það fór, sko, en mér hefur lengi langað að taka upp vídeo og setja á rásina eða taka snapp hjá sjölum, af því það náttúrulega rosalega viðeigandi. Þetta sjalasíða og sýna ykkur hvernig ég ger þetta og af hverju, eins og ég er búin að vera að tala um. Sjal verður fyrir mér ekki að sjali fyrir en búið að leggja það í bleyti og strekkja það rétt. Og ég nota þess að ég er með svona barnaleikmottur undir og svo pantaði ég mér fyrir löngu síðan á AliExpress aukamottur. Það eru mjög þunnar þannig að ég þarf að hafa þær tvöfaldar, en þegar maður er með svona löngsjöl eins og dísulatti þá bæti ég því bara svona til liðar við þessar grunnmottur. Og svo er ég með strekkingavíra og pinna í verkið þegar að þess þarf. Ég nota reyndar yfirleitt alltaf strekkingavíra í kantinn. Þá vefi ég honum bara í jaðarinn, pinnan. Og þetta þú veist, það tímafrekt að gera þetta. Það er ekkert, no two ways about it. En það er bara svo þessu virði að strekkja það fallega. Og ég hef svo sem eitthvað reyndi að finna á YouTube og það er eitthvað þar, sko, það náttúrulega ekki á íslensku. Og þannig að já, hvað segið þið það? Mér langar að prófa þetta ef það er áhugi fyrir því og náttúrulega sýna þá í leiðinni sjölin mín og hvaða sjöl mér langar til þess að fara að gera, af því já, eru nokkrar skriftir sem að mér langar að gera, en eins og ég segi, mér langar svolítið að klára þessi 4 verkefni sem að eru fyrir aðra áður en ég sný aftur að mér. Nú, þannig að ég ætla að melta þetta aðeins og melta þetta með ykkur. Nú, svo langar mig að sýna ykkur hvernig ég geymi peysurnar mínar. Því ég er ekki með skúffur, ég er ekki með aðstöðu til þess að geyma þær í skúffum. Þannig að ég
þær hanga á herðatrjám. Og eins og boxipeysan, af því að hún ekki með neinn, þetta allt og sumt sem eru ermar, að þá hengi ég það bara yfir hérna eins og það myndi gera við buxur og þetta fer síðan svona inn í skáp. Og aftur á móti með svona eins og sem ég í eða svona opnar peysur, þá hengi ég þær svona upp til þess að fá ekki hérna eins og var í sjalinu, svona auka, svona herðatré hérna á. Og þetta semst bara erminn og búkurinn, hálsinn á herðatrénu fer hérna bara í handakrikan og svo legg ég búkinn yfir og svo ermina. Og þá erum við ekkert að hérna teygja á, fara illa með flíkina eða yllina, þá er hún ekkert að togna eitthvað eins og hún á ekki að vera. Og þetta er sem sagt Comfort Feit peysan mín. Þannig að einn af þessum örfáum sem ég gerði handa sjálfur mér í fyrra. Ég sem sagt gerði mér 7 peysur í fyrra. Ég held að þessi sé inn í þeirri upptalningu og mig langar að gera nokkrar í viðbót af því það er bara alveg æðislegt að geta gengið í því sem maður er að gera sjálfur. Nú, þetta var svona helsta sem að er búið að ganga á hjá mér. Mér sýnst þessi þáttur bara verið í styttra lagi. Hann er alltaf það bil klukkutími hjá mér en núna erum við rétt um 42 mínútur sem er bara í fínasta lagi og bara gott að komast í gang og hérna ég vona svo að ég verði komin í full swing bara á næstu dögum í þessu öllu saman og hérna og ég bara gerir fastlega ráð fyrir að vera hérna að viku liðinni og segi bara í þið góða og gleðilega handavinnuviku og endilega setji hérna fyrir neðan ef þið viljið hérna tjá okkur eitthvað um snappið eða hvað sem er og ég set inn einhverja þessa linka sem ég talaði set þá inn hérna fyrir ykkur til þess að þið komist svona hraðar í hlutina. Það er ekkert, ég er aðalega að tala um að setja hvar mig er að finna og hérna, já, nú er ég bara alveg búin að tapa lestinni í hausnum á mér en ég set inn það sem þarf að setja inn og eins og ég sagði áður, óska ykkur góðrar og gleðilegra handavinnuviku og við sjáumst að viku liðinni. Bless, bless.